sem leikari og skemmtikraftur. Og hvar hann? Og við erum líka með táknmálstúlk. Þarna hann. Vertu velkominn. Hann í kerfinu. Já, góðan daginn og gleðilega hátíð, virðulega samkoma. Það mér sannur heiður og ánægja að fá að vera með ykkur hérna í dag. Þetta samt ákveðið áhættu atriði þegar mér hleypt inn á svona virðulegar samkomur. Þetta gæti farið mjög illa, þannig að þið viti bara að þið kölluðu þetta yfir ykkur sjálf. En sko, besta dæmið það þó að ég sé leikari og skemmtikraftur og mitt aðalstarf felist í því að vera að lesa salinn. Það kannski svolítið eins og stjórnmálamenn þurfa að lesa kjósendur sí og æ, sko, þá ég alltaf að lendi í því að mislesa aðeins. Svo besta dæmið það fyrir nokkrum árum þá opnuðu Vaðlaheiðargöngin sem voru þetta samgöngubylting og ég veit ekki hvað og hvað en ég tók samt eftir að það voru mjög margir, sérstaklega kannski á suðvesturhorninu sem að töluðu niður þessa framkvæmd og þetta væri nú allt of dýrt og ætti engan veginn rétt á sér og ég fór bara hreinlega að hafa samúð með Vaðlaheiðargöngunum og mér fannst enginn vera að taka upp hanskan fyrir þau, þannig ég ákvað að semja lag þar sem að þau fengu rödd og fengu að verja sig og ég ekki að grínast í ykkur að daginn eftir að ég samdi þetta lag var hringt í mig og ég beðin að spila við opnun Vaðlaheiðargangana og eitthvað setur maður svona út í kosmósið sem maður fær tilbaka og ég sagði við mannin sem hringdi, þú hlýtur að vera að grínast, ég samdi lag í gær Vaðlaheiðargöngin og hann sagði, þú verður að spila það og ég sagði, viltu ekki fá að heyra það fyrst og hann sagði, nei og ég get ekki lagt næga áherslu á það gott fólk að það eru göngin sem að tala en ekki ég þegar þau syngja það vilja allir fara inn í mig en það vill enginn borga fyrir það og þið hefðu átt að sjá framan í samgönguráðherra og allt þetta fína fólk sem var þannig í göngunum þegar ég kom og spilaði þetta sem betur fer kom Friðrik Ómar þannig aðvíðandi rétt á eftir og söng Vor í Vaglaskógi og allt varð gott á ný en þetta bara svona príma dæmi það sem ég alltaf að lendi í sko svo þegar COVID skall á þá settist ég niður heima hjá mér og hugsaði nú ætla ég að búa mér í haginn og semja alls konar svona COVID grína því það verða allir til í það eftir 3 vikur þegar COVID verður búið svo þetta það síðasta sem fólk vil heyra núna ég byrjaði að semja eitthvað eins og mér langaði til þess að kissa þig en þá fórst þú að hósta á mig og það var til að kóróna kvöldið það veit enginn heyra þetta, ekki einasta manneskja sko. Og fyrir okkur einhleypa fólki þá það búið að vera beinleinis ólöglegt að fara á stefnumót síðustu 2 ár sko, þannig að ég samdi lag konu sem orðin svo örvæntingafull og hún syngur sko ég að leita að manni hann má vera næstu hvernig sem það væri gott að hafa hann lifandi en það ekki skilyrði fyrir mér og ég vil frekar eyða nóttir í mig líki en að þurfa að vera ein með sjálfur í mér og stundum líður manni bara þannig og það allt í lagi sko. Ég veit að það dæmir það enginn hjá VFG ef ég þyrfti að fara á trúnó með einum stjórnmálaflokki þá væri það alveg klárlega VFG sko. Það myndi dæma mig minnst en sko þið heyri strax að þetta komið í algjört óefni á svona virðulegri samkomu en áður en lengra haldið þá ætla ég að spila eitt lengra lag fyrir ykkur vegna þess að í svartasta COVID skammdeginu þá hugsaði ég það engir íslenski tónlistamenn heldur í því og ekki einu sinni Bubbi Mortens í því að semja svona sjálfshjálparlög fullt af fólki að græða á því að semja sjálfshjálparbækur en enginn að semja sjálfshjálparlög og mér finnst gott að minna mig á það ég veit ekki hvort að þið eru sammála mér Vinstri græn en mér finnst gott að minna mig á það þó hlutinni séu slæmir þá geta þeir alltaf orðið verri og þess vegna samdi ég lag sem að heitir Það gæti verið verra og ég ætla að spila það fyrir ykkur á lengra haldið og það svona Ég veit að útlitið svart í árin núna ansi hart og hvergi sólar glæta en samt þess að gæta Það gæti verið verra Það gæti verið verra Þú ert í miðri jarðarför og þarft að öskur hnerra Það eina sem ég meina það gæti verið verra og leið mér að taka nokkuð dæmi hvernig það geti verið verra það gott þér ekki að borða úr efri enda flæðir gubb og drull úr þínum neðri og þú ert læstur út á ból í Íslands sumarveðri Þú kveikir kannski skemmtiskútu lengst úti á sænum Þú gætir líka orðið úti
á hjóli í Vesturbænum, þú missir tungu í rennihurð og kemur ekki upp orði, en ert samt ráðinn starfsmaður hjá Lín á skiptiborði. Það gæti verið verra, það gæti verið verra. Þú ferð á Tinder date með slís í perra. Það eina sem ég meina það gæti verið verra. Og tökum örlítið fleiri dæmi. Þú sækir barn á leikskóla en samt ekki það rétta, og mann sem var að missa fót, þú spyrð hvað sé að frétta. Þú ætlaðir að bregða ömmu í felum bak við skjáinn, en stökk svo fram í myrkrinu og nú amma dáin. Þú gætir kulnað líf þitt allt, orðið mjög út taugað og uppgötvað að það hægt að fá klamydíu í auga. Það gæti verið verra, það gæti verið verra. Það gæti allt orðið miklu, miklu verra. Það eina sem ég meina þið gætu fengið klamydíu í augað. Og ekki spyrja mig hvernig ég komst að því, ok? Hann nú það. Takk ykkur fyrir. Það sá þetta örugglega enginn fyrir að hér kæmi maður að syngja augnklamydíu á landsfundi. En sko, þetta náttúrulega, þetta áhættuatriði, og það sko, ég veit ekki ykkur, mér finnst stærstu vonbrigðin í lífinu hingað til vera orðin fullorðin, sko, því að ég hlakkaði svo til að verða fullorðin þegar ég var barn, því að ég held að þegar maður yrði fullorðin þá væri maður með hlutin á hreinu og vissi hvað maður væri að gera, og sá dagur einhvern veginn ekki alveg runnin upp, finnst mér, en manni finnst samt allir aðrir vera með hlutina meira á hreinu, sko, sérstaklega vonar maður að stjórnmálafólk sé með allt sitt á hreinu og viti nákvæmlega hvað er að gera. En ég held að hjálp ekki að fullorðna fólki, það lætur alltaf eins og sé með hlutin á hreinu. Og ég til dæmis á frænda sem hefur alltaf bara gert nákvæmlega það sem hann dettur í hug, hann kemst alltaf upp með það. Og ég held að ég yrði þannig þegar ég yrði fullorðin, en eftir á að hyggja hann mögulega bara pínlítið siðblindur. Og mér finnst svona besta dæmið það, sko, hvernig hann er að hann fór einu sinni með fullan bíl af rusli á Sorpu og hann nennti ekkert að vera að flokka þetta allt saman, hann er ekki í Vinstri grænum, og hann ákvað að henda öllu ruslinu bara í almenna Sorpið og vera ekkert að flokka þetta. Og það sér þetta einhver Sorpu starfsmaður sem byrjar að hrópa á hann: "Heyrðu félagi, hvað ertu að gera?" Og frændi minn, hann lætur sem hann heyri ekki í manninum og heldur bara áfram að henda ruslinu og starfsmaðurinn verður alltaf reiðar og reiðar eftir því sem hann kemur nær, og hann er komin alveg upp að frænda mínum, rífur í öxlina á honum, snýr honum við og segir: "Hvern andskotan ertu að gera, maður?" Þá segir frændi minn: "Ég vera heyrnarlaus," sem hann er alls ekki, og manninum var svo mikið hann hjálpaði honum að henda öllu ruslinu í almennasorpið. Þannig að leksían sem ég dreg af þess að maður á bara að gera það sem hann dettur í hug og vonandi kemst maður upp með það. En við erum búin að sýna næstu 60 sýningar núna í Þjóðleikhúsinu, bara leiksýningu sem fjallar bara það hvað það eru mikil vonbrigði að verða fullorðin. Þetta er alveg agalegt, eru ekki sammála mér. En sko, og að sama skapi, þá, þú veist, maður er alltaf að leita nýjum tækifærum, og þið sem stjórnmálaflokkur eru auðvitað að því líka, og þið tengið örugglega við þessa pláu, sko, sem eins og tónlistarmaður, þá er maður alltaf að reyna að komast þangað sem að peningarnir eru, og það er aðalega á brúðkaups- og jarðarfaramarkaðinum. Og róið ykkur, þetta eru tveir aðskildir markaðir, ég er ekki að segja þetta sé einn og sami markaðurinn, og það sem mér finnst helst að er að fólk er alltaf að spila sömu lögin upp aftur í öllum þessum athöfnum. Ég fór í 4 brúðkaup síðasta sumar og þetta var alveg óþolandi. Haldið að það væri ekki skemmtilegt að heyra eitthvað eins og þetta hérna lag þegar brúðurinn eða brúðguminn er að labba niður kirkjugólfið? Nei eða já, af eða á. Þú veist, halda smá spennu fram að heitunum myndi að drepa fólk. Og þið viti nú hvað mörg hjónabönd endi í skilnaði, þannig að maður vill hafa vaði fyrir neðan sig þegar maður fer að gifta sig, þá geti ég spilað eitthvað eins og þetta hérna. But I still haven't found what I'm looking for. Ég meina, það sakar ekki, sko. En fyrst og fremst eru það auðvitað jarðarfarirnar sem þarf að hressa dálítið upp á, því hljótum öll að vera sammála það. Þetta er alltaf jafn niðurdrepandi einhvern veginn. Og haldið að myndi ekki hressa upp á fólki í jarðarför að heyra þetta hérna lag. But it's alright, it's okay, you can look the other way. We
can try to understand the New York Times effect on man. But whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive and feel the city breaking and everybody shaking because we're staying alive. Sjá, þeir miklu hressari nú þegar þetta svín virkar. Og ef þið viljið ekki þetta lag, þá fullt á öðrum lögum eins og Komdu og skoðaðu í kistuna mína. Persónlega myndi ég vilja láta kistuna mína standa upp á rönd og spila I'm Still Standing með Elton John. Og ef þið viljið gefa ímyndunaraflinu algjörlega lausan tauminn, þá getur maður látið grafa sig í umslagi og spila Return to Sender þegar þeir haldið á manni út úr kirkjunni eða hvar sem athöfnin fer fram. Já, og svo nú eitt lag sem á betur við heldur en nokkuð annað í jarðarför og það þetta hérna. If you don't know me by now, you will never, ever, ever. Því það sá frestur bara liðin, þeir eru ekki að fara að kynnast mér úr þessu. En ég hef ekki haft erindi sem við því. Ég búin að vera að predika þetta núna í 5 eða 6 ára, reyna að brjótast inn á þennan markað og þið viti bara að mér. Og þá fer maður að hugsa hverja aðra enginn að spila fyrir. Það enginn að spila fyrir alls konar sjúklinga. Til dæmis fólk með gyllinæð, það enginn að spila fyrir það. Ég get gert það. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of... Þetta ekki krem á gyllina en þá veit ég ekki hvað að heyra eitthvað svona. Þannig að þið vitið bara af mér að sko, ef þið ætlið að gifta ykkur eða deyja, þá ég laus með tiltölulega stuttum fyrirvara í alls konar svona uppákomur, sko. Gott að geta pluggað sig svona aðeins í leiðinni. En mér finnst ég nú þurfa enda á að spila kannski eitthvað aðeins fallegra fyrir ykkur. Ég ekkert rosalega mikið í tökulögum nema bara ég sé hreinlega fenginn til þess að trúbba eða þannig. Og það er gaman að koma í hóp sem hlustar svona vel. Maður hefur nú marga fjöruna sopið. Ég lenti einu sinni í því að vera að spila í jólahlaðborði sjómanna úr ónefndum firði á milli Siglufjarðar og Eyjafjarðar. Og það var svolítið þannig að sko, við áttum að vera síðasta atrið á svið, áttum að fara á svið klukkan 10 og klukkan var 11:30 og þetta ágæta fólk var búið að drekka frá því í hádeginu og það svolítið þannig þegar maður að segja brandara og syngja lög með fyndnum textum að það hjálpar að fólk muni fyrir hlutan að brandaranum þegar punchline kemur. Og því var alls ekki fyrir að fara þarna og við vorum búið með svona hálft lag þegar menn byrjuðu að hrópa fram í fyrir okkur Spiliði Nínu! Og spiliði ég komin heim og ég veit ekki með ykkur en þegar ég heyri mjög drukkið fólk syngja ég komin heim þá vildi ég bara óska þess að það væri satt sem það væri að segja og það væri komið heim til sín þannig að ég ekkert allt of mikið í þeim pakka sko ég lendi líka mjög sjaldan í því að vera ruglað saman við einhverja aðra en ég var einu sinni á Götubarnum á Akureyri þar sem ég bjó á Akureyri ekki á Götubarnum og það kemur til mín kona og hún segir við mig ég þekki pabba þinn og ég segi bara já, einmitt, gaman að því og margir sem vita hver pabbi er hérna fyrir norðan, hann var leikið knattspyrnudómari og ég tala við þessa ágætu konu í nokkra mínútur og svo segir hún við mig á endanum en veistu það að dómurinn sem hann pabbi þinn hefur fengið hjá íslensku þjóðinni, hann er ekki sanngjarn og þá fóru svona að renna á mig 2 grímur, ég myndi ekkert eftir því að pabbi hefði verið dæmdur eitthvað í íslensku þjóðinni, það fór allavega algjörlega fram hjá mér, en þá hélt hún sem sagt að ég væri Þorsteinn Davíðsson, sonur Davíðs Oddssonar, sem ég er ekki, og ég reyndi að taka þetta ekkert mjög nærri mig, Þorsteinn Davíðsson er fæddur 1971, ég er fæddur 1988 og Þorsteinn er alltaf girtur svona upp að geirvörtum og ég er að vinna úr þessu með sálfræðingnum mínum, þetta er allt í lagi. En ég lendi aldrei í því að vera líkt við mann sem er í alvörunni frændi minn og það er Hreimur í Land og Sonum. Við erum bræðrasynir við Hreimur og mér er alveg fyrir munað að skilja þetta með við báðir hafa þetta teen sensation look sem að allir er að leita að. Ég asnaðist einu sinni til þess í partí að taka lag eftir hann Hreim frænda minn sem að mér finnst alveg æðislegt lag og síðan þá er þetta lagið sem ég er oftast beðinn að spila og ég bara gat ekki sleppt í tækifæri að fá að flytja það á landsfundi og ég vil bara draga athyglina að því hvað það er óboðslega fallegur texti í þessu lagi. Ég er þóra að veðja því að hafi bara aldrei hugsað neitt sérstaklega út í það og ég held líka að þetta lag hefði orðið miklu vinsælla á sínum tíma ef það hefði verið flutt af sóbransöngkonu og þess vegna ætla ég að flytja það þannig. Þetta er hið undurfagra lag Vöðvastæltur með Land og Sonum, gjörið svo vel. Hún farið frá
Sé þið nú inn í ljósi á annan stað. Ég vildi væri allt annar maður eins og þú. Fullkomin í alla staði en ferðu frá. Ég ætla að byggja mig upp með hraði vertu á trúnaðar goðið mitt. Kafla skiptur líka minn, nam, sexa píl svo fullkomin. Ekki lengur til í, Nú kemur erfiði parturinn á laginu. Lúlaða staði og bröðar ég eins og þú. Kafla skiptur líður og ég ætla að verða spil. Svona. Takk ykkur fyrir. Það var alveg frábært að vera hérna með ykkur. Það mér sönn ánægja að fá að kynna næsta atriði á svið. Það atriði úr stórsöngleiknum Chicago sem hér á fjölum Leikfélags Akureyrar þessar mundir. Ég ætla bara að fá að bjóða þær velkomnar Jóhönnu Guðrúnu, Margréti Eir og Vigni Þór Stefánsson á píanó. Gefið þeim gott klapp og takk fyrir mig. Góðan daginn og gleðilega hátíð. Góðan daginn. Jæja, hvað segiru? Þetta allt að fara til fjandans eða? Já, satt segiru. Þetta allt að fara til helvítis. Heimurinn versnandi fer. Hvað nú orðið siðgæði og siðfræði og siðprýði? Hvers vegna háttvís og sænd horfin til hans godans? Á enginn til elegans, glans. Hvað varðum afsakið? Ó, má ég og enn gaman og takk fyrir. Nú fyrir velsæm og sið hefur varla neitt sans. Hér skortir sárt elegans, glans. Það engir herramenn sem hneigja sig og takk og engar dömur bara djöfuls mellupakk og krakkar rota mann og ræna eigum manns. Engin elegans. hvað varð þjóðleg og góð gildi og guðsmildi sem því fylgdi? menn róp og rekordið við var inn á heimili manns. Á enginn til elegans, glans. Ég yfir höfuð enga sómapilta sé og stúlkur almennt eru falar fyrir fé og börnin brúka stólpa kjafti Og börnin brúka stólpa kjafti á börnin manns. vanskar elegans. Blöðin vilja bara skrifa rán og morð. Jesus Christ, ég bara á ekki orð. Hvergi elegans. Ekki upplitið hátt, nei. Allir vilja fá drátt. Jesus Christ, Jesus Christ, djöfuls skömm. djöfuls skömm. Engin elegans.
Takk fyrir. Það var nú aldeilis fallega gert og vel flutt og allt og ég vil þakka listamönnunum kærlega fyrir þeirra innlegg hér og jafnframt Unni Unnsteinsdóttur fyrir táknmálstúlkun. En þá komið að því að formaður Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs heldur ræðu og ég bið Katrínu Jakobsdóttur að gjöra svo vel að stíga hér upp og flytja okkur ræðuna. Gjörðu svo vel, Katrín. Kæru félagar, gaman að sjá ykkur öll hér á landsfundi á Akureyri. Og ég ætla bara að vara ykkur við strax, ræðan ekki styttri í kantinum, þannig að nú bara slaka vel á og hlusta. En við héldum einmitt landsfund hér árið 2011, einmitt hér í þessu húsi og þá var ég einmitt með yngsta son minn í för og hann orðinn, ertu orðinn 12 ára? Nei, þú ert að verða 12 ára. Og hann sem sagt með í för, hann ekki formlegur fulltrúi, en var hér einmitt á löngum og ítarlegum landsfundi þar sem við ræddum meðal annars lágmarksviðmiðunar árgjaldi í 5 klukkustundir á þessu sviði. Það svolítið merkilegt að síðasti landsfundur okkar, hann var haldinn með rafrænum hætti árið 2021 og þó manni finnist þetta ekki langur tími, þá það samt fáránlega langur tími því þá vorum við enn stödd í miðjum heimsfaraldri. Og hið sama átti við þegar við háðum kosningabaráttu nokkrum mánuðum síðar í lok september 2021. Og raunar komu úrslit þeirra kosninga mörgum á óvart. Þrátt fyrir barning í skoðanakönnunum allt kjörtímabilið og þó að hart væri að okkur sótt, þá héldum við Vinstri græn stöðu okkar sem stærsti flokkurinn á vinstri vængnum þegar talið hafði verið upp úr kössunum, en mistum samt fylgi eftir átakamikið kjörtímabil og brotthvarf 2 þingmanna. Nú hittust við á miðju kjörtímabili og það tilvalinn tími til að taka stöðuna og velta því fyrir okkur hvernig áfram verður haldið. Ég held að það sé heiðarlegt að segja það að staðan margt snúin ekki bara í íslenskum stjórnmálum heldur í íslensku samfélagi. Heimsfaraldur reyndi á alla innviði samfélagsins en ég mjög sannfærð það að okkar sýn Vinstri grænna skipti öllu máli í því verkefni að koma samfélaginu farsællega í gegnum faraldur. Af því að það nefnilega ákveðin pólitík í því hvernig maður tekst á við krísu. Það ákveðin pólitík í því að vilja byggja á staðreyndum og vísindum og á síðari tímum það kannski orðið skýrara en nokkru sinni fyrr því það ekki allir stjórnmálamenn sem kjósa að gera það. Við áttum heiðarlegt samtal stöðuna og við kusum að treysta þjóðinni og bara í gær var ég á málþingi haldið í samráði við OECD sem fjallaði viðbrögð hratt og örugglega náðum við atvinnuleysi niður, efnahagsbatinn var hraðar en nokkurn hefði grunað og við búum að reynslunni sem sýndi okkur svo áþreifanlega hvers þetta samfélag megnugt þegar við stöndum saman. En beint í kjölfarið skall á stríð í Evrópu, verð á öllum helstu hrávörum hækkaði skarpt og verðbólga jókst vestanhafs og í Evrópu. Og að einhverju leyti komu áhrifin mögulega síðar fram hér á Íslandi því við þurftum ekki að borga hærra verð fyrir orkun okkar ólíkt vinum okkar í Evrópu. En verðbólgan okkar stærsta viðfangsefni nú og þær vaxtahækkanir sem af henni leiða. Almenningur finnur fyrir verðbólgunni bæði þegar fólk fer bara út í búð og kaupir í matinn, en fólk finnur líka fyrir henni í greiðslubyrði íbúðalána og hækkandi leigu. Og við sem höldum utan ríkissjóð og bókhaldið þar finnum fyrir auknum þunga vaxtagjalda í öllum okkar rekstri. Það því ekki ofsögum sagt að fyrir íslenskan almenning verkefni númer 1, 2 og 3 að ná verðbólgunni niður. Og það verður einungis gert með samstilltum aðgerðum alla. Það nefnilega sannleikskorn í því að það þýðir ekki að benda á næsta mann og segja hann verður að taka á verðbólgunni. Þarna þurfum við öll að leggja okkar að mörkum
Og það munum við gera á vettvangi stjórnvalda með fjármálaáætlun sem við kynnum á næstu dögum, þar sem við munum verja almannaþjónustuna, verja afkomutryggingakerfin, verja tekjulægsta fólkið í samfélaginu, boða aukna tekjuöflun en hægja á vexti útgjalda. En munum það að það ekki bara ríki og sveitarfélög sem þurfa að laga sig að þessari stöðu. Við höfum sameiginlega hagsmuni af því að ná árangri og baráttan liggur allstaðar í samfélaginu. Ég tel að það hafi verið mjög farsæl lausn hjá verkalýðshreyfingunni og atvinnurekendum að semja til skemmri tíma við þessar óvissu aðstæður. Framundan eru svo vandasamar kjaraviðræður þegar samningum sleppir. Það sem miklu skiptir að stuðla að lágri verðbólgu áfram en tryggja réttlátan hlut launafólks í þeim efnahagsbata sem náðst hefur á undanförnum árum. Seðlabankinn hefur staðið vaktina, þó að það sé nú vinsælt einmitt að gagnrýna hann, þá hefur hann beitt þeim stýritækjum sem þarf til að ná tökum á verðbólgunni og hvetjum leið til aukins sparnaðar í samfélaginu. Ég vil líka hrósa þeim fyrirtækjum sem hafa svarað kalli þjóðarsátt og lækka verð og hvet önnur til að fylgja þeirra fordæmi, því það skiptir miklu máli að við leggjum öll aftur okkur á mörkum og ítreka svo það sem ég hef svo sem margoft sagt, forstjórar sem skammta sér launahækkanir sem eru langt umfram laun venjulegs almennings í landinu, nú eða eigendur fyrirtækja sem kjósa að greiða sér himinháan arð á þessum tímum, þau eru að hella olíu á verðbólgubálið. Og þetta fólk getur ekki gengið svo fram og látið eins og þau sem lægst hafa launin eigi eina bera ábyrgð á efnahagslegum stöðugleika. Og þannig verður það ekki, því get ég lofað. Því við munum með samstilltu átaki ná verðbólgunni niður, kjölfari munum vextir lækka, hvoru tveggja er hagsmunamál allra landsmanna og skiptir sköpum til að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi uppbyggingu velsældar í þessu samfélagi en ekki síður langtíma kjarasamningum í lok næsta árs. En kæru félagar, við Vinstri græn höfum nú leitt ríkisstjórn í 5,5 ár og raunar höfum við verið í ríkisstjórn í næstum 10 ár á undanförnum 20 árum, sem er ansi vel gert hjá einni stjórnmálahreyfingu. Og ég er ekki í nokkrum vafum að við höfum haft ótrúlega áhrif til góðs á okkar samfélag, langt umfram stærð okkar. Og ég geti staðið hér fram eftir kvöldi og þulið upp hluti eins og þrepaskipt skattkerfi, eflingu barnabótakerfisins, eflingu almenna íbúðakerfisins og félagslegar lausnir á húsnæðismarkaði, friðlýst svæðum land allt gæti ég líka talið upp. Ég gæti fjallað loftslagsmálin og fullfjármagnaða aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, minni skerðingar í almannatryggingakerfinu, nýjafnréttislög, lögin kynrænt sjálfræði, Nei, já, það... Ég er nú ekki búin að tala, kæri vinur, þannig að við skulum alveg... Nei, þá skaltu bara fara fram. Ég mun gera það. Já. Ég vona að þú standir í þjóðinni, ekki í stríði við hana. Það fara til Úkraínu og þykjast vera eitthvað bakbækurinn og eitthvað stríð við þjóðina. Skammast þig. Já, takk fyrir það. Það er ágætt að fá athugasemdir, en ég ætla nú að leyfa mér að vera algjörlega ósammála þessum ágæta manni. Því allt sem ég hef talið upp er sannleikur. En við búum auðvitað í heimi þar sem fólk velur sér staðreyndir. Og það má hafna því öllu sem ég segi hér, en eigi að síður er þetta allt staðreyndir. Ég var komin að því að nefna bættaréttarstöðu brotaþola, umsáturseinelti, kynferðislega friðhelgi, minni greiðsluþátttöku sjúklinga og stór eflingu heilsugæslu, Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri, rifjum upp lög um farsæld barna, nýja þungunarrofslöggjöf, lengingu fæðingarorlofs og styttingu vinnuvikunar. Og ég gæti haldið lengi áfram. Allt er þetta mál beint upp úr okkar stefnuskrá. Og það má segja ýmislegt um okkur Vinstri græn, en þeir og þau og þær sem starfa sem kjörnir fulltrúar þessarar hreyfingar, þau eru alltaf með augun á þeirri stefnu sem grasrót þessarar hreyfingar hefur samþykkt, fjallað og það eru þau sem leggja okkur línunar. Og öll þessi mál sem ég taldi upp koma beint úr grasrót Vinstri grænna. Mál sem nú þóttu jaðarmál, og það eru ansi mörg mál af þessum sem ég nefndi sem þóttu jaðarmál hér fyrir nokkrum árum. Þau þykja nú sjálfsögð. Og jafnan þegar við höfum náð okkar umbótamálum fram getur enginn
enginn hugsa sér íslenskt samfélag án þessara umbóta. Og þetta segir mér bara þá sögu að við í þessum sal erum í stjórnmálum til að hafa áhrif. Við reynda vitum að það er alveg hægt að hafa áhrif í stjórnarandstöðu, við kunnum þann slag nokkuð vel, en það er hægt að hafa enn meiri áhrif í ríkisstjórn. Og fyrir hreyfingu sem er drifin áfram af hugsunum, sem leggur ómælda vinnu, ekki bara á svona fundum, heldur milli funda, í það einmitt að leggja okkur línur og móta stefnu, þá skiptir auðvitað máli að hrinda hugsunum í framkvæmd. Sjá stefnumálin verða veruleika. Og við vitum að það nái okkar stefna fram að ganga, þá gerum við samfélagið okkar betra, manneskjulegra, fjölbreyttara og umburðarlyndara. Þegar á móti blæs og við sitjum undir árásum, er ágætt að hafa það hugfast að okkar andstæðingar hafa sína agendu. Þau vilja auðvitað komast í ríkisstjórn, gera sín eigin stefnumál að veruleika, en ekki hvað. Það snúast stjórnmál. Og þess vegna eru orðaskiptin ekkert alltaf málefnaleg, þess vegna er ýmsu haldið fram sem er hreinlega ekki satt, vegna þess að það er barist þessi völd og það er barist harkalega þau og það eru bara ansi margir sem vilja ekki að við höfum þessi völd. Það er sannleikurinn sem við stöndum frammi fyrir og það er okkar að berjast fyrir því að hafa þessi völd, ekki til að hafa þau, heldur til þess að hafa raunverulega áhrif á samfélag okkar og til þess að tryggja stefnan sem þið og aðrir félagar í þessari hreyfingu hafa mótað árum saman. Það er hins vegar alltaf hætt á þreytu þegar flokkar hafa verið lengi við stjórnvölinn. Og við liggjum lágt í skoðanakönnunum nú, mótvindurinn er allnokkur þessar mundir, en nú hljóma ég eins og leigubílstjóri forðum daga, ég hef nú verið félagi í þessari hreyfingu 21 ár, og ef ég þekki okkur rétt, þá látum við þennan mótvind ekkert buga okkur. En mótvindur gefur okkur samt tækifæri, alveg eins og þegar við erum í langri göngu, að staldra við, íhuga stöðuna, finna bestu leiðina fram á við og halda ótrauð áfram. Og til þess erum við hingað komin, góðir félagar. Og ég held að það sé ágætt að velta því fyrir okkur að staðreyndin er sú að ýmsir stjórnmálaflokkar aðrir kjósa að skila auðu í mörgum af mikilvægustu áskorunum samtímans, láta sér alltaf nægja bara einföldu skilaboðin, treysta á það að umræðin snúist þau mál sem þau vilja ræða eða það sem verra er að þau snúist bara ímynd og aukaatriði. Við í þessari hreyfingu vitum að það eru engin einföld svör við þeim flóknu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Við erum stödd á ótrúlegum umbrotatímum, hvort sem horft er á loftslagsbreytingar eða tæknibreytingar sem að verða á ógnvænlegum hraða. Okkar hlutverk í stjórnmálum að tryggja að þessi umskipti sem við erum stödd í verði réttlát og sanngjörn fyrir okkur öll. Nefni eitt dæmi. Nú í þessari viku bárust þær ánægjulegu fréttir af málafylgja Íslands á alþjóðavettvangi og hún skiptir máli þó að það sé vinsælt að tala að Ísland eigi ekki beita sér á alþjóðavettvangi því við séum allt og lítil. En meðan við erum fullvalda þjóð, þá erum við þjóða meðal þjóða og við beitum okkur eins og alvöru fullvalda þjóð því það er það sem við erum. Og málafylgja Íslands á alþjóðavettvangi skilar því nú að íslensk tunga verður gjaldgeng í hugbúnaði stórra fyrirtækja og það á við nýjustu útgáfu ChatGPT þar sem íslenska verður eitt af þeim tungumálum sem gervigreindin styðst við. Þetta, kæru félagar, er algjört grundvallaratriði fyrir vöxt og viðgang tungumálsins. Einhvern tímann var sagt mig að ég væri svona mjúkur pólitíkus að því ég talaði stundum skógrækt og tungumál. Og ég segi, þegar við stöndum frammi fyrir annars vegar loftslagsvánni og hins vegar þessum ógnvænlegu tæknibreytingum, þar sem sumir skila bara auðu, þá segi ég, þetta eru grjóthörð mál. Því við ætlum ekki að verða kynslóðin sem glutrar niður þessu tungumáli. Það er það sem getur gerst á sama tíma að við erum með meiri fjölda af útlendingum á landinu og nokkru sinni fyrr og börnin okkar eru í erlendum málumhverfi meiri hluta dagsins, í tækjum sem þau byrja að nota áður en þau byrja að tala, þá er það alveg raunveruleg sviðsmynd nema stjórnvöld beiti sér. Og þessi staðreynd að þessi árangur skyldi nást, hann dettur ekkert af himnum ofan. Það er ekki vegna þess að fólk hafi hugsað best að gera eitthvað með íslensku. Nei, það er vegna þess að Ísland að beita sér á alþjóðavettvangi að þegar við ætlum að tryggja það að íslenskan verði gjaldgeng í öllum þeim hugbúnaði sem mun hafa meiri og meiri áhrif á líf okkar á næstu árum. Og ef það er ekki pólitík sem snýst bara beina kjarna pólitíkur sem fullveldi sjálft, þá veit ég nú ekki hvað er pólitík.
Gervigreindin og algrímin munu breyta öllu samfélaginu og það heldur ekki viðfangsefni sem við nálgumst ópólitískt, því tæknin ekkert hlutlaus. Bara núna nýlega var ég á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna kynjajafnrétti, sem það heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem við erum lengst í land með að ná. Nú því spáð að það taki 300 ár að ná fullu jafnrétti kynjanna. Og við höfum ekkert tíma til að bíða eftir því. Og mögulega geta þessar tæknibreytingar hægt á þeirri þróun. Því að, af hverju? Jú, það eru miklu fleiri kallar en konur sem að hanna þessa tækni og hún byggir á gögnum og gögnin eru að meirihlutana til kalla. Þannig að þegar þið farið til læknis og gervigreind verður nýtt til þess að meta ykkar krankleika, þá byggja gögnin öll á gögnum kalla, sem nú leiðindamál fyrir konur á breytingaskeiði. Þannig að við getum bara reiknað með því að gervigreindin taki ekkert tillit til okkar. Þetta líka grimm pólitík og það skiptir máli. Þess vegna setti ég af stað vinnu við aðgerðaáætlun 4. iðnbyltinguna. Þess vegna skiptir máli að við horfum til menntakerfisins og tryggjum menntun í þágu allra hópa að sjálfsögðu og ekki minnst sí- og endurmenntun. Og það þarf öfluga rannsóknir og nýsköpun á þessu sviði og ég vil segja að það þurfi femíníska byltingu á þessu sviði til þess að tryggja jafnrétti kynjanna. Við höfum í okkar ríkisstjórn stóraukið framlög til rannsókna og nýsköpunar. Talandi mál sem beint upp úr okkar stefnuskrá. Fyrstu lögin sett stuðning við rannsóknir og nýsköpun voru sett 2009. Það var Steingrímur J. Sigfússon, okkar formaður þá, sem setti fram það frumvarp og á því kerfi höfum við byggt síðan. Og það auðvitað ástæðan fyrir því að við erum að sjá þekkingargeirann springa út. Hvað þessi þekkingargeiri annað en þetta eitthvað annað sem við töluðum hér í mörg ár eftir að þessi hreyfing var stofnuð. En það skiptir líka máli hvernig fjármununum varið. Þeir hafa vaxið mikið. En ég tel að það blasi við að það þurfi núna sérstaklega að huga undirstöðunum undir rannsóknir og þróun sem eru háskólarnir. Það skiptir miklu máli að styðja betur við háskólana og gleymum því ekki allar þessar framfæri sem við erum að sjá. Allir þessi gervigreind og hvað þetta heitir allt saman. Sprotarnir verða til í háskólanum. Og gleymum því ekki að þó að það séu mörg glæsileg tæknifyrirtæki allan heim sem eru að ná ótrúlegum árangri, þá byggja þau einmitt oft á grunni sem skapaður innan hins opinbera kerfis, ekki bara í háskólunum heldur ýmsum opinberum rannsóknarstofnunum. Og það að þessum undirstöðum sem við þurfum að huga að núna. Nú loftslagsváin, ég nefndi hana hér og ekki annað hægt og á síðasta kjörtímabili voru stigin gríðarlega stór skref með fyrstu fjármögnuðu aðgerðaáætluninni í loftslagsmálum og síðan uppfærðri aðgerðaáætlun. Við höfum sett aukið fjármagn í rannsóknir og nýsköpun sem tengjast þessum málum, fjölgað rafbílum á götunum svo munar, byggt upp nauðsynlega innviði fyrir orkuskipti, við erum að fjárfesta í borgarlínu, alvöru almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu sem fer mjög í taugarnar á ákveðnum hópum en snýst það að skapa möguleika fyrir fjölbreyttari ferðamáta þannig að við getum í raun og sann dregið úr losun frá samgöngum og búið leið til betra borgarumhverfi. Og það ekki bara á jörðu niðri sem fráfarinni verða. Ég flaug með fyrstu rafmagnsflugvélinni í fyrra. Ég alltaf montin að þessu, ég alltaf að segja svona öðrum þjóðarleiðtogum frá þessu. Já, ég hef nú flogið með rafmagnsflugvél. Allir bara, hvað segirðu, hvernig var það? En ég ekki í nokkrum vafa það að innanlandsflug á Íslandi verður komið á græna orku fyrr en okkur grunar. Og ég hef nefnt átaki sem ráðist hefur verið í landgræðslu og skógrækt sem auðvitað lykilmál til að binda hér aukið kolefni. Við erum núna að móta fyrstu stefnu Íslands sjálfbæra þróun og ég mun á næstu mánuðum að fara í hringferð landið og eiga samtal við fólki í landinu hvernig það vill sjá sjálfbært Ísland til lengri tíma. Við erum á fleygiferð inn í grænt hagkerfi, inn í grænt samfélag, en við þurfum líka að eiga opið samtal það hvernig við ætlum að ná árangrinum, bæði innan þessarar hreyfingar og við fólkið í landinu. Það mikið talað orkuframleiðslu til að ná orkuskiptum. En fyrst vil ég segja það að orkuskiptin bara einn hluti af því að draga úr losun. Og við megum ekki gleyma öllu hinu. Árangur í loftslagsaðgerðum snýst ekki bara meiri orku. Hann snýst alls konar aðra þætti. Hvernig við förum með úrgang, hvernig við innleiðum hringrásarhagkerfi, hvernig við sóum minni matvælum. Þegar hins vegar við erum að ræða orkuskipti og orkuframleiðslu, þá skiptir alveg gríðarlegu máli hvaða viðmið við ætlum að setja okkur.
Og við sjáum það að það sótt að rammaáætlun. Það talað að hún sé of seinvirk til þess að skila raunverulegum árangri og ég vil ítreka þá skoðun mína og þá afstöðu sem þessi hreyfing hefur samþykkt ítreka. Þetta langbesta tækið til þess að tryggja faglega og vandaða umfjöllun mögulegar bæði framtíðarvirkjanir og líka svæði í vernd. Ég vil líka segja það þegar við tölum hver þörfin fyrir orkuskipti, að sú þörf alltaf áætluð út frá einhverjum tilteknum tímapunkti og þar að leiðandi þetta ekki einhver ein stærð. Tækniþróun getur átt eftir að breyta þessari stærð mjög hratt á næstu árum, svo dæmi sé tekið. Samfélagsbreytingar geta haft mikil áhrif á þróun mála og þess vegna skiptir gríðarlegu máli þó að þrýstingurinn sé núna mjög mikill og við sjáum miklar hugmyndir hringinn í kringum landið orkuframleiðslu, að það má aldrei fórna því að við þurfum að vanda hvert einasta skref og gæta vel að þeim einstöku gæðum sem við Íslendingar eigum í ósnortinni náttúru. Gæðum sem eru einstök á heimsvísu. Og við þurfum líka að huga að tilgangi orkuframleiðslunnar. Hún á að vera í þágu innlendra orkuskipta, ekki í þágu útflutnings og það þarf að setja skýrar leikreglur. Fátt hef ég meira hugsað en þá forréttindastöðum sem við erum í að orkufyrirtæki á Íslandi eru flest í almannaeigu og flutningsnetið í almannaeigu. Og þannig eigum við að hafa það. Og allar þær hugmyndir sem hafa komið fram á undanförnum árum að selja Landsvirkjun, selja orkufyrirtæki. Við sjáum það þegar orkukreppan gekk yfir Evrópu, hvernig það fór. Þar sem einkaaðilar greiddu á tá og fingri og almenningur borgaði brúsann og ríkissjóður þessara landa þurfti að fara að niðurgreiða orkuna. Og það ekki staða sem við viljum búa til hér á landi. Þetta eru hluti af lykilinnviðum þessa lands og þannig eigum við að halda því. Fari fram einhver uppbygging hins vegar af hálfu einkaaðila þá þurfa þetta að vera skýrar leikreglur. Og þeir munu þurfa greiða gjöld fyrir nýtingu á sameiginlegri auðlind og það skiptir gríðarlega máli að leikreglurnar séu ákveðnar áður en nokkuð aðhafst. Og það finnst mér vera algjört lykilatriði þegar við ræðum mögulega uppbyggingu og orkuverum á næstu árum og áratugum. Leikreglurnar þurfa að liggja fyrir áður, annars munum við lenda í vanda. Horfum bara til Noregs, horfum bara til annarra atvinnugreina eins og fiskeldisins sem ég nefni hér á eftir. Það skiptir máli að þetta verði skýrt áður en lagt í stað. Og ég vil segja það að auðlindanýting á Íslandi hefur fyrir löngu sannfært mig það að auðvitað á að vera ákvæði stjórnarskrá sem undirstrikar sameiginlega eign okkar allra á náttúruauðlindum okkar og tryggir sjálfbæra nýtingu þeirra. Þar sem kveðið á að nýtingarheimildum sé úthlutað með gagnsæjum hætti, þar sem jafnræðis í raun og veru gætt, þar sem tryggt eðlilegt gjald. Það líka með hreinum ólíkindum að við Íslendingar séum ekki með ákvæði umhverfis- og náttúruvernd í stjórnarskrá, með alla þessa ósnortnu náttúru. En því miður, og almannarétturinn, ég vil nú nefna hann líka, því við erum búin að vera að ræða hann í vikunni, og vegna þess að eignarrétturinn í stjórnarskrá en ekki almannarétturinn, þykir eignarrétturinn ganga almannaréttinum framar. Á síðasta kjörtímabili lagði ég fram tillögur breytingar á stjórnarskrá nákvæmlega þessi atriði, en því miður eru allt of margir, ekki allir, en allt of margir stjórnmálaflokkar á Íslandi eru fastir í gömlum skotgröfum. Þeir sem vilja aðeins og eingöngu drög stjórnlagaráðs í þeirri mynd sem meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar skilaði af sér í mars 2013 og ekkert annað kemur til greina. Og hinir sem engar breytingar vilja og gleðjast að sjálfsögðu yfir ósveigjanleika þeirra fyrrnefndu. Við í Vinstri grænum erum löngu búin að segja að við viljum breyta stjórnarskránni í áföngum. Við vitum að í þessu máli, ekki frekar en svo mörgum öðrum, engin einföld lausn og ég harða ákveðin í því að gera aðra atlögu að því að leggja fram tillögur breytingar á þessu kjörtímabili og ég veit að ég á stuðningsmenn í einhverjum öðrum flokkum og ég vona að fleiri flokkar treysti sér til að koma í þá vegferð með okkur. Því það í raun og veru ekki annað en hneyksli að við séum ekki búin að ganga frá þessum málum í stjórnarskrá lýðveldisins. En þetta eru stóra áskoranir, samfélagsbreytingar og það skiptir máli hvernig við höldum á spilunum og við höfum talað skýrt, við höfum fylgt orðum með gjörðum.
Við erum oft krafin einfaldari lausnir en við vitum alveg að einföldu lausninar ekkert annað en slagorð. Ég hugsaði nú þegar hann sagði hérna áðan, það gæti verið verra, við vorum að spá að það verði slagorð þessa fundar en við ákváðum að það væri of mikið grín svona kannski, en allt í góðu. En við þurfum að vera duglega að benda á það sem við höfum gert, þeim árangri sem við höfum skilað og hvað við ætlum að gera næst. Og ég vil segja það að mér finnst við í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði, við eigum frábæran mannskap, hvort sem á þingi, ráðherrastólum, sveitarstjórnum land allt, stjórn hreyfingarinnar, stjórn svæðisfélaga, flokksráði. Og það eru mörg stór verkefni í gangi. Okkar ráðherrar eru með gríðarlega stór verkefni í höndum sem munu skila miklum árangri. Og efst í mínum hugur endurskoðun örorkulífeyriskerfisins, mál sem búið að tala lengi, það búið að gera margar atrinnur að því, en okkar góði varaformaður að vinna að tillögum réttlátara, gagnsærra, einfaldara, afkomutrygginga og þjónustukerfi. Þar sem markmiðin að nokkur en þau stærstu að tryggja með sómasamlegum hætti afkomu fólks með skerta starfsgetu á sama tíma og við gefum fleira fólki tækifæri til að vera virk og taka þátt í samfélaginu og taka þátt á vinnumarkaði. Og ekki síst á það við ungt fólk sem hvorki í námi né starfi. Og ég hef væntingar það að frumvarp verði kynnt á vormánuðum og tekið fyrir síðan á næsta þingvetri og þetta verður eitt stærsta mál okkar Vinstri grænna á þessu kjörtímabili. Það mikla kynningu, umræðu og undirbúning, en þetta risastórt mál sem snýst það hvernig við tökumst á við að tryggja best stöðu viðkvæmasta hópsins í samfélaginu. Og það eins og ég segi búið að tala lengi, það hafa verið gerðar atlögur og ansi langt síðan svo síðasta var gerð. En þetta flagg eitthvað sem skiptir máli fyrir einstaklinga sem þurfa að hafa áhyggjur í hverjum einasta mánuði af því að ná endum saman, einstaklinga sem vilja geta sinnt verkefnum en geta það ekki vegna skerðingarna eins og þær í kerfinu í dag. Þetta skiptir máli fyrir lífshamingju fjölda fólks og þannig góð pólitík. Það pólitík sem í raun og veru hefur áhrif á lífshamingju fólks. Ég vil líka nefna verkefnin sem Svandís stendur í matvælaráðuneytinu, þar sem áþreifanlega má finna ferska vinda, blásum ganga. Ég vil sérstaklega nefna það átak sem hún núna að kynna að gera kornrækt að raunhæfum möguleika á Íslandi, sem ekki eingöngu loftslagsmál, heldur líka mál sem snýst matvæla og fæðuöryggi þjóðarinnar. Þá stendur yfir mjög umfangsmikil vinna endurskoðun á fiskveiðistjórnarkerfinu og það búið að gefa út áfangaskýrslur, það sem mjög vönduð vinna sem getur orðið grundvöllur á samtali framtíðina. Það kannski ekki við því að búast að þessi vinna leysi allar deilur fyrirkomulag fiskveiða, en ég hef sannfæringu fyrir því að á þessum grundvelli geti okkar góði matvælaráðherra lagt fram tillögur skynsamlegar og réttlátar breytingar á kerfinu. Fiskeldisskýrslurnar sem nýlega voru kynntar sýna okkur líka svart á hvítu að mikilla umbóta þörf. Hvað varðar stjórnkerfi og regluverk sem við höfum búið fiskeldi. Víða land þessi atvinnugrein orðin mjög mikilvæg stoð fyrir byggðir landsins, en það verður heldur ekkert litið framhjá því að það ríkir víða ósætti hana og áhrif hennar á umhverfi og lífríki. Og einmitt þess vegna skiptir svo miklu máli að við eflum stjórnsýsluna, eftirlit og rannsóknir og gætum þess að eigendur þessara fyrirtækja greiði meira til samfélagsins. Og það nokkuð sem matvælaráðherra mun leggja til í nýrri fjármálaáætlun. Framundan síðan áframhaldandi innviðauppbygging og það auðvitað þannig að þegar við vorum í ríkisstjórn 2009-2013 þá voru verkefnin auðvitað allt öðruvísi en að einhverju leyti fór ekkert af stað eftir hrun í innviðauppbyggingu í landinu fyrr en ríkisstjórn okkar tók við 2017. Þá loksins var ráðist í það verkefni að byggja nýjan Landspítala, það var búið að flæmast með það mál fram og tilbaka. Hús íslenskunnar verður opnað í vor. Ég tók skóflustungu að því húsi. Ég held að það verið 2013 frekar en 12. Svo var það sjálfsögðu sett á frost, en nú ætlum við að klára þetta og við ætlum að opna þetta hús. Við Háskóli Íslands að gera upp fornfrægu bændahöll og þangað flytjast vonbráðar, kennaranemar og önnur þau sem leggja stund á menntavísindi. 75% af flutningskerfi RAREK komin á jörð. Við erum búin að tryggja varaafl land allt. Sannanlega höfum við horft á innviði bæði áþreifanlega og óáþreifanlega. Og það sem meira að við höfum verið að beita okkur markvisst á húsnæðismarkaði. Aftur, sú stefna kemur beint frá ykkur. Því við höfum auðvitað verið
afskaplega skýr með það að húsnæðismarkaðurinn ekki einkamál einkaaðila. Það þarf félagslega lausnir og í okkar tíð höfum við unnið að því með stofnframlögum í almenna íbúðakerfið, hlutdeildarlánum, lánveitingum í gegnum húsnæðissjóð og eflingu húsnæðisbótakerfanna. Og árangurinn er sá að þriðjungur allra nýbyggðra íbúða á undanförnum árum er byggður á félagslegum grunni vegna aðgerða stjórnvalda. Þetta er risastór breyting. Rammasamkomulag sem nýlega hefur verið gert, ríkis- og sveitarfélag uppbyggingu á íbúðarhúsnæði markar önnur tímamót í þessum efnum þar sem við mörkum stefnuna til framtíðar. Hvert er viðfangsefni? Jú, það er að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði, tryggja jafnvægi hvað varðar framboð, verðlagsþróun, jafnvægi milli ólíkra tegunda húsnæði, jafnvægi milli uppbyggingar á almennum markaði og þess hluta húsnæðismarkaðarins sem byggist á félagslegum lausnum. Og af hverju erum við að þessu? Af því við viljum að við getum öll búið við húsnæðisöryggi. Það snýst þetta mál, því við lítum ekki á húsnæði sem einhvern munað. Við lítum á húsnæði sem velsældarmál, nauðsynlegan þátt velferðarkerfisins þar sem er eðlilegt að við tryggjum þessar félagslegu lausnir. Og þetta, og svo vil ég segja líka að það er að störfum vinnuhópur umbætur á leigumarkaði og ég bind að minnsta kosti vonum við það sitja aðilar vinnumarkaðarins, að þar finnist einhver skynsamleg lausn á því að setja hömlur á hækkun leiguverðs, því ég held ég tali fyrir munn okkar allra að okkur ofbýður þegar við sjáum leigufélög ganga fram af slíkri hörku gagnvart sínu fólki í hækkunum á leiguverði langt umfram það sem eðlilegt getur talist. Þar þarf bara einfaldlega að setja bremsu. Og þetta eru allt kerfisbreytingar í þágu venjulegs fólks og ekki síst hinna tekjulægri. Því þó að við vitum það að Ísland sé að mörgu leyti land í forréttindastöðu, þá vitum við líka að það er fátækt fólk á Íslandi og það eru fátækt börn á Íslandi. Og okkar stefna í ríkisstjórn hefur verið sú að miða allar kerfisbreytingar að því að taka betur utan tekjulægri hópa. Og sem betur fer erum við ennþá land þar sem er mikill félagslegur hreyfanleiki, eins og sést í þeim gögnum sem finna má í tekjusögunni sem sýnir breytingar á lífskjörum einstaklinga yfir æviskeið. En við þurfum að gera betur og við höfum þegar gripið þetta til aðgerða, ég er búin að tala það, en ég er til dæmis sannfærð það að breytingar á örorkukerfinu eru algjört lykilatriði til að útrýma fátækt, öflugra barnabótakerfi og þar erum við búin að stíga fyrstu skrefin, er annar þáttur, og að sjálfsögðu skipta þær breytingar sem við höfum gert á skattkerfinu máli. Mig langar að nefna verkefni sem ég hef haldið utanum sem eru jafnréttis- og mannréttindamálin. Þar hef ég forgangsraðað baráttunni gegn kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og áreitni og baráttunni gegn launamun kynjanna og við höfum náð í gegn mikilvægum lagabreytingum hvað varðar kynbundið ofbeldi. Það er unnið núna í skólum landsins samkvæmt forvarnaráætlun gegn þessari meinsemd og markmiðið er auðvitað útrýma henni. Launamunur kynjanna hefur dregist jafnt og þétt saman á undanförnum árum, meðal annars vegna aðgerða stjórnvalda, en við teljum að sá launamunur sem eftir stendur stafi fyrst og fremst af því að við metum ekki virði starfa sem sinnt af hefðbundnum kvennastéttum með sama hætti og þeirra starfa sem sinnt fremur af körlum. Og við erum lögð af stað í tilraunaverkefni hjá 4 mjög ólíkum opinberum stofnunum þar sem við ætlum að vinna með svokallaða jafnvirðisnálgun og ég trúi því að þetta verkefni geti skilað okkur niðurstöðum sem við getum heimfært upp á allan vinnumarkaðinn. Markmiðið á að vera útrýma kynbundnum launamun fyrir árið 2030 og það væri frábært. Og svo er nú enn eitt verkefnið sem er risastórt, sem er lögfesting sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og þar erum við núna, ég er með frumvarp á næsta þingi sjálfstæða og óháða mannréttindastofnun sem er forsendan fyrir því að við getum klárað þetta. Ég vona hún getur orðið að veruleika strax áramót og að sama tíma er unnið að landsáætlun mannréttindi. Og það er ótrúlega gaman og mikil forréttindi að taka þátt í pólitík þegar maður áttar sig á því að við erum alltaf að læra. Maður er aldrei einhvern veginn tilbúinn og ég einhvern veginn hafði þá hugmynd að þessi mál væru nú bara á tiltölulega góðum stað þegar ég tók við þessum málaflokki. En eftir hringferðum landið þar sem við töluðum stöðu mannréttinda þá var alveg ljóst að við þurftum að gera landsáætlun mannréttindi. Eftir
að hafa sett mig betur inn í þessi mál, þá var líka ákvæði að leggja fram aðgerðaáætlun aðgerðir gegn hatursorðræðu. Og það margt sem hefur haft áhrif á manni því, en ekki síst það sem þið hafið sagt. Að því að á þessum fundum, okkar fundum í þessari hreyfingu, hafa nákvæmlega þessi mál verið til umræðu. Og maður lærir að hatursorðræða í raun og veru ofbeldi og við eigum aldrei að líða hana. En þetta mikilvægt mál og áætlunin snýst fyrst og fremst fræðslu og umræðu í samfélaginu. En það sem við sjáum að vegna þess að við höfum séð aukna hatursorðræðu, þá eru fleiri og fleiri sem veigra sér við að taka þátt í opinberri umræðu. Og við búum í lýðræðissamfélagi sem byggir á því að við öll getum tekið þátt í opinberri umræðu. Þannig að ég trúi ekki öðru en að við öll, ekkert bara við Vinstri græn, hljótum að staldra við þegar við sjáum merki þess að fólk veigri sér við því að taka þátt í opinberri umræðu. Og sérstaklega það að tala fyrir hönd einhverja minnihlutahópa. Því hatursorðræðan vekur ótta og hún skemmir út frá sér. Þannig að mér finnst það alveg ekki bara misskilningur, heldur í raun og veru verið að snúa hlutunum algjörlega á hvolf þegar því haldið fram að aðgerðir gegn hatursorðræðu dragi úr tjáningarfrelsi. Mér finnst það vera svipuð umræða að segja að lög gegn ofsaakstri hamli ferðafrelsi manna. Við erum að vernda tjáningarfrelsið. Því við erum að tryggja það að við líðum það ekki að fólk sé flækt út úr umræðinni með hatursfullri orðræðu. Það snýst þetta. Og við verum að sjálfsögða að vanda okkur því þetta flókimál og við munum vanda okkur mjög í umræðu í þinginu þetta. En það snýst þetta, við erum að tryggja þátttöku og tjáningarfrelsi allra hópa, ekki bara sumra, til þess að tala aðra niður með niðrandi hætti. Ég vil líka nefna annað mál sem hefur verið í brennidepli undanfarin misseri, sem eru málefni flóttafólks. Vaxandi viðfangsefni stjórnvalda ekki bara hér á Íslandi, heldur allan heim. Stríð, sem þeim fer því miður fjölgandi í heiminum, loftslagsváin og fleiri þættir hafa aukið á þennan vanda. Og okkur Íslendingum ber skylda til að gera hvað við getum til að aðstoða fólk á flótta. Málefni fólks á flótta eru deilumál í flestum löndum Evrópu og Ísland þar engin undantekning. Okkur hefur í stóru myndinni tekist að halda bærilegri sátt þetta mál, þótt eðlilega séu skiptar skoðanir einstök atriði og framkvæmd. En ég hef líka áhyggjur af því að sú vaxandi skautun sem við sjáum almennt í stjórnmálaumræðu muni hafa áhrif á umræðu þennan málaflokk. Og við höfum séð það til dæmis hjá frændum og vinum okkar á Norðurlöndum þar sem umræður málefni flóttamanna voru mjög harkalegar og leitt af sér stefnu sem okkur á vinstri væng stjórnmálanna þykir ekkert passa sérstaklega vel við áherslur norrænna velferðarríkja. Skynsamlegasta leiðin til að koma í veg fyrir slíka þróun hér hjá okkur að tryggja sem best að það fólk sem hingað kemur fái tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Og til þess að svo megi verða þurfum við að tryggja nægjanlegt fjármagn sé til staðar, kerfin okkar, innviðir samfélagsins taki utan þennan hóp og auðveldi honum að aðlagast íslensku þjóðlífi. Og það auðvitað þannig, og þetta vitið þið, að mörg ykkar hafa haft samband við mig erfið mál sem snúað einstaklingum sem hefur þá verið hafnað dvalarleyfi á Íslandi. Og öll slík mál eru erfið, því við erum alltaf að reyna að vinna innan einhvers kerfis, þar sem gilda einhverjar reglur, þar sem jafnræðis gætt. En við vitum líka að á bak við reglunar og kerfin eru manneskjur sem við mögulega kynnumst og við vitum að oft þetta einstaklingar sem eru í óbærilegri stöðu, jafnvel þó þeir uppfylli ekki það regluverk sem fyrir hendi er. Og eðlilega beinist á pólitísk umræðu að okkur og við erum alltaf með það verkefni að segja að hér þurfa að vera lög og reglur, hér þarf að ríkja gagnsæi það hvernig við gerum þetta, en leið að ræða fólk og fjölskyldur í gríðarlega viðkvæmri stöðu. Og það sem við getum gert er að breyta þessum kerfum með jákvæðum hætti og við færðum þjónustu til útlendinga til félagsmálaráðuneytisins. En leið og við höfum tekið eiginlega fastar á þessum málum en við höfum gert áður, því þetta er ekki mál sem hafa verið á okkar borðum og það var meðal annars gert með því að stofna sérstaka ráðherranefnd málefni útlendinga og innflytjenda. Þá sjáum við að það kerfi sem við höfum haft hefur í raun og veru verið, það var sett upp fyrir talsvert færra flóttafólk.
Þegar þessi kerfi í smíðum þá eru mögulega hingað að koma 100 manns á ári, en þegar fjöldinn er farin að nema mörgum þúsundum og svo var í fyrra og svo verður áfram í ár, þá sjáum við auðvitað að mikilla aðgerða er þörf. Og við höfum sett af stað ýmis verkefni, vinnu við að beita alla greiningar og upplýsingagjöf á milli stofnana til að hraða málsmeðferð og bæta málsmeðferð, því hún tekur óbærilega langan tíma, oft á tíðum. Á dögunum var auglýst starf samhæfingarstjóra í málefnum flóttafólks sem kallar á mjög mikið samstarf milli ráðuneyta. En á sama tíma erum við auðvitað, á sama tíma og við erum að gera jákvæðar breytingar, þá erum við að takast á mál eins og útlendingafrumvarpið sem hefur valdið því að ýmsir félagar okkar hafa yfirgefið okkur. Mál sem ég vil samt segja að okkar þingmenn sem komu að því máli og unnu að því máli gerðu það af miklum heilindum með það markmið að hafa áhrif á málið í samræmi við okkar stefnu. Þess vegna er málið sem var lagt fram núna á þinginu ekki sama mál og var lagt fram fyrir 5 árum og vakti þá miklar deilur. Það voru gerðar á því stóra breytingar að kröfu okkar Vinstri grænna sem meðal annars vörðuðu sérstök tengsl við landið, og þannig var unnið áfram á málinu allan tíman og alveg fram að loka umræðinni þar sem samþykktar voru breytingar sem aftur komu frá okkur í VG. Þannig að ég vil segja það að þó að ég skilji það að þessi hart tekist á þessi mál, þá er það samt þannig að þingmenn okkar sem unnu að þessu máli gerðu það af heilindum og voru að byggja á okkar stefnu. Og mér finnst bara mikilvægt að segja það hér. Við kynntum í síðustu viku tillögur, og það er aftur beint upp úr okkar stefnu, það að fólk sem er utan EES geti sótt hér starf og unnið hér. Þröng skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa fyrir þennan hóp hafa endurspeglað stefnu síðustu áratuga. Að reyna frekar að hamla því að fólk geti komið hingað í leita betri lífi frekar en að greiða fyrir því. En staðreyndin er svo líka að þetta samfélag er gjörbreytt og það hefur margt jákvætt gerst í viðhorfum til útlendinga hér á landi. Fyrir utan það hafa tekið á móti margföldum fjölda flóttafólks í fyrra. Hann var jafn mikill og samanlagður fjöldi flóttafólks á Íslandi frá upphafi, sá fjöldi sem hingað kom í fyrra og fékk vernd. Þá munum við gera breytingar á dvalarleyfakerfinu. Það eru breytingar sem við höfum lengi talað og snúast til dæmis það að atvinnuleyfi fylgi nú launamanni en ekki fyrirtæki, að það sé gefinn lengri tími, að það séu möguleikar til að fara í sjálfstæðan atvinnurekstur á tilteknum sviðum, að gefa erlendum háskólanemum á Íslandi tækifæri til að vinna hér að loknu námi, sem er auðvitað eitthvað sem er bara til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Aftur raunverulegar kerfisbreytingar sem munu geta haft mikil áhrif á velsæld fólksins. En kæru félagar, það fer að líða að lokum, en mér langar að ræða aðeins alþjóðamálin. Staðreyndin er sú að umhverfi okkar hefur auðvitað breyst mikið á undanfarnu ári þegar rætt er öryggismál og varnarmál. Það sem við Vinstri græn höfum haft ríka sérstöðu eins og við öll vitum hér í þessum sal. Eftir að Rússland réðst inn í Úkraínu er aftur hafið stríð í álfunni með tilheyrandi áhrifum á öll Evrópuríki. Og við Íslendingar förum auðvitað ekkert varhluta af þeirri þróun sem við sjáum í Evrópu, þar sem verið er að auka verulega útgjöld til hernaðarmála og við sjáum umferð hvers kyns hernaðarfarartækja hvort sem okkar lofthelgi eða landhelgi aukast. Þegar við Vinstri græn tókum að okkur að leiða ríkisstjórn 2017 skrifuðum við upp á það að fylgja samþykktri þjóðaröryggisstefnu og það hefur við gert af heilindum og trúnaði. Við höfum rætt skyldur okkar í öryggis- og varnarmálum. Ég hef sótt fundi Atlantshafsbandalagsins og einhverjum finnst afskaplega gaman að tala það. Hef ég tekið eftir einhverjum köllum út í bæ. Þeir hafa gaman að því að tala mig, það er bara þannig. En við höfum alltaf í öllum þessum umræðum lagt áherslu á það. Við erum friðsöm þjóð. Við erum með sérstöðu sem er svo að við höfum ekki eigin her. Og við höfum haft aðra nálgun í öryggismálum en stærri þjóðir sem búið við miklum herjum. Og hvað höfum við verið að gera í öryggismálum á þessu kjörtímabilin sem liðin eru? Jú, við höfum verið að fjárfesta í netöryggismálum sem full þörf á. Undir okkar forystu keypti íslenska ríkið Farice og mér finnst þetta mjög merkileg staðreynd að við erum búin að vera að ganga í það að kaupa það sem við getum kallað mikilvæga innviði, en Farice rekur fjarskiptastrengina til og frá landinu
og það var ákveðið að ráðast í það að leggja þriðja strenginn sem ekki bara stóreykur netöryggi heldur líka margfaldar tækifæri. Þetta er öryggismál. Alveg eins og það er öryggismál að við keyptum auðkenni sem eru rafrænu skilríkin sem hún Líf var að segja að við ættum að nota til að kjósa hér á eftir, sem voru í einkaeigu áður en við komum í ríkisstjórn og keyptum þau. En prívat og persónulega er ég mjög ánægð með þetta mál. Mér finnst það eiginlega mikilvægara en mjög mörg önnur mál en allt í lagi. En ég vil segja það í umræðum eins og þið fylgdust með endurskoða þjóðaröryggisstefnu sem var samþykkt á Alþingi í mikilli samstöðu, fundum við auðvitað fyrir umræðu þar sem endurspeglast ólík afstaða þeirri sem við stöndum fyrir. Grundvallarmarkmið þjóðaröryggisstefnunnar sem við höfum byggt á er að hún byggir á því sem hefur einkennt norræn samfélög langt skeið, sem er samfélagslegt traust. Við búum í samfélagi þar sem við gerum bara ráð fyrir því að fólk sé að traust sér vert. Við bara skiljum barnavagnin eftir fyrir utan kaffihúsið, við reiknum ekkert með því að það séu glæpamenn á hverju horni, enda er það ekki svo. Og hluti af okkar samfélagi er þessi félagslega samheldni að við förum á sama spítalann og við göngum í sama grunnskólan og við hringjum í sömu lögregluna. Þetta byggir á því að við séum öll þátttakendur í sama samfélagi. Jöfnuður er mikilvægasta leiðin til að tryggja samheldni og samfélagslegt öryggi. Og þjóðaröryggisstefnan hvílir á þessu samfélagslega trausti og það, eins og ég nefndi hér í upphafi ræðu minnar, var ástæðan fyrir því að við fórum farsællega út úr faraldri. Það var eins og við vorum með samfélagslegt traust. Og þegar við hugsum verðmætin sem við eigum í öllu því sem við eigum í samfélaginu, þá held ég að þetta séu kannski þau mestu. Þjóðaröryggisstefnan snýst að nálgast þessi mál út frá breiðri sýn. Það er fjallað hernaðarógnir í henni, það er líka fjallað farsóttir, það er fjallað fjármálógnir, það er fjallað loftslagsvanna, það er fjallað náttúruhamfarir, almannavarnir, matvælaöryggi, fæðuöryggi. Þessi nálgun hefur reynst okkur Íslendingum vel. Hins vegar hefur ekkert skort á sjálfskipaða fræðinga í fjölmiðlum sem kvart undan því að stefnan taki nú ekki mið af nýjasta stríðinu í heiminum. Gleyma því reyndar að þjóðaröryggisráð gaf nýlega út áhættumat sem verður okkar leiðarvísir að aðgerðum og gleyma því líka hlutverk ráðsins er að tryggja öll ráðuneyti vinna framgangi stefnunar. Nýleg skýrsla neyðarbirgðir leggur þannig á herðar ólíkum stofnunum og ráðuneytum að tryggja alltaf séu nægar birgðir til í landinu. En eitthvað hvarflar að mér. Að þeir sem ganga harðast fram í að gagnrýna þessa stefnu, og auðvitað eru ýmsir þeirra úr stjórnarandstöðuflokkum, þeir séu fyrst og fremst að leika pólitískan leik. Og það er ábyrgðarhluti þegar við erum að tala öryggi þjóðarinnar. Við höfum hins vegar talað fyrir því, síðan stríðið skall á, þá höfum við talað skýrt fyrir stuðningi við Úkraínu, en við höfum líka haldið á lofti þeirri sýn að það megi aldrei útiloka friðsamlegar lausnir. En þær verða auðvitað að byggja á réttlátum grunni. Friður verður aldrei þvingaður fram með kúgun eða ofbeldi. Við finnum það sem erum í þessum sal að það hefur kannski ekki verið mikið rými fyrir friðarboðskap að undanförnu. En leið hefur hann aldrei verið mikilvægari. Það sýnir þetta stríð best að friður er forsenda allra framfara. Mannréttindi, lýðræði, jafnrétti, velsæld, allt verður þetta undan að láta þegar það geisar stríð í heiminum. Það er ekki lengri 5 dagar síðan ég yfirgaf landið og það var svona bjartur og fallegur vetrardagur og fór til Úkraínu og ástæðan var fyrst og fremst formennska okkar Íslendinga í Evrópuráðinu og komandi leiðtogafundur Evrópuráðsins sem verður haldinn hér á Íslandi í maímánuði og þar er ætlunin að fjalla sérstaklega þetta stríð og hvað Evrópuráðið, þar sem 46 þjóðir eiga sæti, getur gert til þess að stuðla því. Því miður er engin lausn í sjónmáli í þessu stríði og mögulega getur það staðið lengi enn og því lengur sem það stendur því alvarlegri verða langtíma afleiðingarnar. 2700 Úkraínumenn hafa fengið vernd hér á Íslandi. Það er bara brot auðvitað af þeim milljónum sem eru á flótta undan átökum. Mannfallið er gríðarlegt og skaðinn og eyðileggingin sömuleiðis. Og það er erfitt að ímynda sér þennan hrylling fyrir okkur sem erum hér, sem betur fer fjarri heimsins vígaslóð. Tilgangurinn með þessum stríðsrekstri er vandséður en skaðinn er ómældur fyrir milljónir manna. Og það er eiginlega ekkert jafn ömurlegt, ekkert jafn átakanlegt að horfa á afleiðingar stríðs af mannavöldum. Horfa á samfélag þar sem áfram þarf að reka skóla og sjúkrahús og börnin að labba með skólatöskurnar yfir götuna en á sama tíma er
stríðið og stríðsástandið alltum líkjandi. Áfram þarf að sinna öllu og áfram þarf að gera það sem þarf að gera. Og alltaf þetta fallega í lífinu verður einhvern veginn miklu dýrmætara, miklu verðmætara, miklu einstakara. Og þá sér maður svo skýrt hvað það er mikilvægt að eiga samfélagi sem við eigum hér á Íslandi. Og allt það sem við erum að gera á hverjum degi til að gera líf fólksins í landinu aðeins betra. En munum það að eitt stríð getur kippt öllu þessu sambandi sem við erum að bisa við hér daglega. Hvort sem það er kortrækt eða betra kerfi fyrir öryrkja eða mannréttindastofnun. Eitt stríð tekur þetta allt úr sambandi, setur þetta allt á hvolf. Kæru félagar, þangað viljum við ekki fara. Og þrátt fyrir stríð í Evrópu þá munum við í Vinstri grænum aldrei falla frá okkar sannfæringum frið, mikilvægi þess að tala frið og tala fyrir friði. Við höfum alltaf að vera talsmenn friðar, talsmenn þess að alþjóðalög séu virt og réttur þjóða til að ráða sínum málum sjálfar séu virtur. Rödd okkar, hún öðlast ekki styrk í krafti vopna eða mannfjölda eða ríkidæmis. En rödd okkar er sterk fyrir því við höfum skýran boðskap fram að færa. Af því að við höfum byggt upp gott og friðsælt samfélag, samfélag velsældar og jöfnuðar, samfélag þar sem við treystum hvert öðru og vitum að það er stærsta öryggismálið. Samfélag sem hefur gengið í gegnum alls konar ógnir, ekki bara heimsfaraldur, heldur náttúruhamfarir, efnahagsógnir og við vitum að þegar á móti blæs þá erum við færum að taka höndum saman og róa í sömu átt. Svona samfélag er dýrmætt í heiminum í dag. Og þetta er samfélagið sem við sjálf höfum allt vald hvernig við þróum áfram og byggjum áfram upp. Kæru vinir, þátttaka í ríkisstjórn kostar alltaf sitt. Ég þarf ekki að útskýra það hér í honum hóp. Og ekki síst þegar við erum ósammála og einhverjir yfirgefa okkur, þá fæ ég þessa spurningu: er þetta þess virði? Og ég skil alveg að það sé spurt að þessu. Það er ekki nema eðlilegt þegar við höfum verið lengi í ríkisstjórn. En ég vil líka segja það að miklu oftar fæ ég símtöl, stuðning, bréf, SMS, samtöl á förnum vegi frá félögum, kjósendum, fólki sem öll eiga það sameiginlegt að vilja að við í Vinstri grænum séum í þessari stöðu, öxlum þessa ábyrgð. Af því þau vita að við viljum hafa mótandi áhrif, að við eflumst við mótlæti og að við viljum leiða samfélagið okkar í rétta átt, í átt að réttlætu þjóðfélagi sem öll eiga tækifæri á að lifa með sæmd og reisn. Og ég vil segja það, að því þetta gengur auðvitað á ýmsu, að ég er mjög þakklát ykkur sem eru í sambandi stundum. Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli, að því maður er ekkert einn. Við erum hreyfing alls konar fólks, við erum að byggja á því sem við ákveðum saman og það skiptir svo miklu máli að finna það svona áþreifanlega. Og ég vil þakka fyrir það og ég held að við öll sem erum kjörnir fulltrúar, hvort sem það er á þingi eða í sveitarstjórnum, getum sagt því sama. Að við þökkum fyrir þann stuðning sem við fáum úr hreyfingunni og veitir okkur kraft til að halda áfram, takast á við krefjandi verkefni sem hafa staðið yfir og eru framundan, en haldum leið áfram að hrinda stefnun okkar í framkvæmd og bæta þannig líf fólksins í landinu jafnt og þétt. Þannig að takk fyrir þann stuðning, áfram veginn, kæru félagar, og ég hlakka til að eyða helginni með ykkur og tala pólitík. Það gerist ekki betra. Takk. Ég þakka formann okkar, Katrínu, fyrir frábæra ræðu, hvatningu, góða yfirferð yfir málin sem að brenna með okkur, og ræðan var náttúrulega frábær eins og við var að búast og hún er ólýsanleg allavega fyrir mér.
en Katrín lýsti þessu öll best sjálf. En þá komið að kveðjum. Það eru 2 kveðjur hérna sem verða fluttar og fyrir kveðjan þannig að það er hægt að ná í hana á þennan fundarlið á dagskránni á netinu og fá þýðingu þar á íslensku. Og það segir okkur að þessi ræða ekki á íslensku og hún nefnilega á grænlensku, að ég held. En hérna vil ég kynna kveðju frá Jane P. Lands sem framkvæmdastjóri systurflokks okkar á Grænlandi, IA, eða Inuit Ataqatigiit, ef jeg fer rétt med grænlenskuna. Kære Jane, du har ordet. Vær så god. Mange tak. Tak for talen. I wrote my speech in Danish because Danish is my second language. I cannot, but I do it in Danish. Jeg er islandske venner. Jeg er formand og bestyrelse. Vi er både erklæret taknemmelige for, at vi blev inviteret og kunne deltage til jeres landsmøde i jeres smukke land. På vegne af min formand sender jeg denne hilsen. Den verden, vi kender, er blevet radikalt ændret, efter Rusland invaderede Ukraine. Retten til at leve i et frit samfund og retten til selvbestemmelse blev krænket på særdeles uacceptabel måde. Vores frænder, Inuit i Rusland, der lever i en hård tid som følge af krigen, er i vores hjerter. Lad håb og fred styrke alle. Krigen har påvirket os, vores liv i Arktis. Vi blev ramt af uro i Europa. Stigende varepriser har medført negativt indvirket hos folket. Derfor arbejder vi hen imod langsigtet plan for at øge vores samhandel internationalt. Vi i Inuit Ataqatigiit mener, at vi skal styrke vores samhandel med vores nabolande. Vi vil gerne deltage i arbejdet for at videreudvikle samarbejdet inden for handel, kultur, fiskeri og forskning med Island. Det er positivt, at vi har haft jeres forkvinde på officielt besøg i sidste år. Mange tak for det. I år skal vi fejre vores 45 års jubilæum for stiftelsen af vores parti. Vores mærkesager og værdier, kamp for selvstændighed, bekæmpelse af fattigdom, bekæmpelse af ulighed i alle områder, som stadigvæk findes mellem kvinder og mænd, var grund til stiftelsen og vil altid være vores grundværdier. Som et parti, der har eksisteret længe, har vi altid udfordringer. Og vi må konstatere, at vi har haft succes med at inddrage vores unge medborgere. Jeg mener, at det er en af de vigtigste årsager, at vi har tiltro fra vælgerne. Vores styrke ligger i mangfoldighed, som afspejles i vores samfund. Jeg kan forstå, at I også er opmærksom på dette, nemlig at fremtiden omhandler vores efterkommere, hvorfor det er naturligt, at vi står sammen med ungdommen. Det er mærkesager, som vi venstrefløjspartier kæmper om, er der brug for i alle samfund. Folkets røst, folkets kamp, et land vi altid har brug for.
Vi fokuserer ikke kun på den enkelte. Vi lytter til det solidariske samfund, fordi det giver os sammenhold. Med sammenhold og solidaritet kan vi nå langt. Vi ønsker jer rigtig, rigtig godt landsmøde. Rønne. Og jeg har en lille gave til jeres parti. Fordi vi er gæster, så vil vi gerne give Katrin en gave, som er en gave, der symboliserer vores visiting her. Det her spil hedder The Visitors. Okay. Det er både for mand og kvinde, der skal besøge hinanden. Okay. Fordi de kræver at møde hinanden på midten. Okay, tak for at vi måtte komme. Tusind tak. Yes. Tak for det. Tak. Mange tak. Takk for det. Þá komið að seinni kveðjunni. Hún kemur frá Færeyjum. Nú ætla ég ekki að reyna að segja á hvaða tungumáli verður talað. Ég skrökvaði ykkur áðan og ég verið ekki gera það aftur. En hingað komin Áki Andreasen og hann framkvæmdastjóri Þjóðveldisflokksins í Færeyjum. Hvor du, Auke? Vær så god, du har ordet. Nu skal jeg lige sådan, der var vi. Den så lang, at så der var begyndelsen. God kvöld. Takk for forsrøve fra forskvinnene i Venstre Grønne. Og takk for at vi do tjålet noen våre bøyen vi. Nu vil jeg slå over i dansk, eller blandenordisk, eller et eller andet. Og gøre mit bedste, sådan at alle kan forstå bare lidt. Og ellers er jeg til rådighed de næste 2 dage, hvis jeg nu ikke forstår. Ikke også? Men kære politiske kammerater, kære venner, som jeg lige nu har gjort, så vil jeg nu formelt med at takke for, at vi år efter år får indbydelsen til at deltage på landsmødet hos Venstre Grønne, som vi hedder på færøsk. Og jeg fik at vide fra min gode kollega, Bjørk Eva, at nu var det også på tide, at vi gjorde fremmøde. Jeg tænkte at oplyse lidt om den politiske situation på Færøerne, men først så skal jeg viderebringe en varm hilsen fra vores partiformand, Høgne Højdal, som lige til det sidste prøvede at få plads i sin kalender at deltage på dette landsmøde, men er forhindret hovedsageligt på grund af en kongres om fiskeriressourceafgiften på Færøerne. Det er nok en politisk agenda, som vi også kender i Island. Og derudover så er det også ved at være sidste frist for at bære lovforslag på Lagtinget, det færøske Lagting. Høgne, han lader hilse mange gange og ønsker Venstre Grønne alt godt, ikke mindst i regeringssamarbejdet. Høgne berettede for mig, at han deltog i stiftelsesmødet i februar i 1999, som vist nok også var her i Akureyri. Det kan jeg vide, som jeg kunne forstå. Høgne var da nylig blevet formand for Tjåvelde og var minister i den daværende regering, ligesom han er nu.
Vi havde lagtingsvalg på Færøerne den 8. december i 2022. Tjóðveldi, Javnaðarflokkurin, de færøske socialdemokrater og Framsókn indgik den 22. december en aftale om regeringssamarbejde. Vi var, og vi er stadig mange, som mener, at det var en af de gode julegaver, hvor der blev udsat en ny, grøn, solidarisk og selvbærende kurs for Færøerne. Under overskriften Sammen er vi stærke, er regeringen ved at komme godt i gang med arbejdet. Tjóðveldi forhandlede sig til 3 ministerposter. Høgni Hoydal, som er udenrigs- og industri- og handelsminister. Sidi Stenberg, som er social- og kulturminister. Og en nyvalgt lagtingsmedlem, Dennis Holm, er fiskeri- og transportminister. Derudover er vi meget stolte af, at Bjørst Samuelsen er vores lagtingsforkvinde. Hun er forkvinde for lagtinget. Vi er dog mindre stolte af, at Bjørst Samuelsen kun er den næste i rækken af kvinder, som bestrider denne tillidspost. Tjóðveldi fik ved lagtingsvalget 17,7% af stemmerne, og det gav 6 lagtingsmedlemmer. Sammen med de øvrige regeringspartier tæller majoriteten nu 18 ud af de 32 lagtingsmedlemmer. Vi er specielt glade for flere politiske visioner i regeringsgrundlaget med de ministerposter og områder, som partiet varetager, kommer vi vidt over et bredt samfundsspektrum. For første gang nogensinde i den politiske færøske historie er der aftalt at reducere den årlige økonomiske bloktilskud fra den danske stat med 25 millioner årligt, og til sammen med 100 millioner over denne regeringsperiode. Overtagelse af sagsanliggender fra Danmark, heriblandt det færøske luftrum, epidemilovgivningen, landslægeembedet samt fyr- og farvandsvæsen og søret, også blandt de anliggender, som vil blive overtaget i denne periode. Andre visionære mål, som er med i regeringsgrundlaget, er blandt andet en langtidsholdbar bæredygtig økonomi, justeringer i fiskeripolitikken og et opgør med, at fiskeriressourcerne er forbeholdt noget for, men derimod i udgangspunktet er ejendom hos det færøske folk. En yderligere sikring af de velfærdstjenester, som vi har, med en langsigtet finansieringsform. Vi vil også gøre hverdagen for lønmodtagere lettere, men et lønningsløft og forkortelse af arbejdsugen i første omgang ned på de 38 timer. Sikre den grønne omstilling og sikre, at det er muligt for alle borgere at være med i den grønne omstilling, uanset indtægtsgrundlag. Et andet punkt i grundlaget, som Tjóðveldi har arbejdet hårdt for at få med, er Færøernes funktion som et land i verden, som varetager sine egne opgaver og interesser. Og sådan som det rigsretlige situation er på Færøerne lige nu, er det nødvendigt, at disse aftaler bliver lavet med Danmark i første omgang, og Tjóðveldi vil, at Færøerne bliver den forhandlingsberettigede part, til vi overtager alle de sagsområder og bliver den næste suveræne stat i verden. Det første møde mellem Høgni Hoydal og den danske forsvarsminister har fundet sted med henblik på det samme. Og det gælder ikke mindst Færøernes situation i det nordatlantiske samarbejde og Arktis. Nu skal jeg ikke komme ind på flere punkter om regeringsdannelse på Færøerne og den politiske situation, men blot afslutningsvis understrege betydningen af, at samarbejde og sammenhold i Nordatlanten vil gavne vores lande
og sætte os i den position, som vi vil bidrage til, og som vil bidrage til de forpligtelser, vi har i det internationale samfund. Endnu en gang tak for indbydelsen, tak for den gode og hjertelige modtagelse, og de fine rammerne, som er sagt for det her landsmøde. Tak for muligheden at bidrage med en hilsen fra Tjóðveldi og venner, som I har på Færøerne. Tak for det. Kære færøske og grønlandske venner, tusind tak for jeres taler. Men nu får vi... Fyrir ekki. Þá komið að dauðans alvöru. Það eru lagabreytingar og Álfheiður Ingadóttir ætlar að koma hér upp á svið og fylgja þeim eftir. Gjörðu svo vel. Þá fyrst verður nú gaman.